Margrét Þórarinsdóttir, nýr forseti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, til hamingju. Já, þakkaði kærlega fyrir. Þú hefur sýnt það svona í þínum, í framistöðu þinni á fundum og í svona skrifum og öðru að bæjarmálun, þau brenna hátt hjá þér. Já, heldur betur. Ég brenni fyrir sveitarfélaginu sem ég bý í og börnin mín að fara að taka við því og ætla sér að búa hér, þannig að ég held að ég sé að gera góða hluti fyrir framtíðina sem á að halda áfram að byggja þetta frábæra sveitarfélag upp. Útskýri það eitthvað að þú ert búin að vera í 3 flokkum eða frambúðum? Já, eins og allir vita þá var ég bara ósátt við það sem gerðist hjá Miðflokknum. Ég byrjaði í Miðflokknum og ég var bara ósátt þar sem það gerðist innan hús og það vita allir hvað ég er að tala um. Þannig að svo fekk ég bara áskoranir frá íbúum Reykjanesbæjar að halda áfram og þá var spurningin hvað ég ætti að gera og ég tók þá ákvörðun að stofna minn eigin flokk sem var umbót sem að ég sat á þessu kjörtímabili sem er að klárast. Og svo gengur þið til þessi Sjálfstæðisflokki núna. Hvernig gerist það? Heyrðu, við erum bara búin að vinna rosalega vel saman í minnihluta og áherslurnar hjá okkur hafa legið saman. Þannig að það lá svona beinast við ef ég vildi halda áfram að fara með Sjálfstæðisflokknum. Og hvernig svona leggst þetta í þig? Þú ert búin að vera þátttakandi í kosningabaráttunni núna og komið nýr málefnasamningur og hvernig leggst þetta í þig? Þetta leggst rosalega vel í mig og mikil samhljómur hjá þessum 2 flokkum og það er bara ákall á breytingar og við sjáum tækifærin, við getum gert það. Þannig að ég er mjög spennt fyrir þessu tímabili, virkilega spennt. Þannig að en auðvitað við þurfum náttúrulega að komast inn í málefnin og við erum að fá nýjan bæjarstjóra sem að ég tel að sé bara happa fengu fyrir Reykjanesbæ. Hann er með tengingar inn í Alþingi og ráðuneyti og við þurfum bara að vera dugleg að sækja fé frá ríkinu og standa í lappirnar líka gagnvart ríkinu og eins og kemur í málefnasamningnum að við ætlum ekki, og ég hef barist lengi á móti því, það er það að við ætlum ekki að gera fleiri samninga við ríkið hvað varðar hælisleitendur og flóttafólk, þannig að við munum standa í lappirnar þar, en það líka er ég alltaf að tala um að við höfum ekki staðið í lappirnar. Þannig að það er margt húsnæðismálastefnan sem við erum búin að vera ósammála í allan vetur, þannig að þetta eru svo margir flokkar sem að við erum sammála og enda líka sjáum við erum að skrifa hér út málefnasamning og kosningar eru nýbúnar, þetta gekk bara smurt fyrir sig. Eitthvað eitt atriði svona, kannski 2 sem þú myndir nefna sem að þú myndir vilja sjá gerast fljótt? Það er þessi 100 dagar okkar. Mér fannst það frábært og þessi hópur sem er skipaður þessum lista, ég hef bara aldrei unnið með frábæru starfsfólki og mér fannst bara áhugavert, við urðum bara eitt teymi strax. Þú ert að tala um kosningabaráttuna? Já, kosningabaráttuna, þessi hópur sem er með okkur á listanum og það eru allir algjörlega tilbúnir til að gefa líf og sáli að vinna og vinna saman og við ætlum að standa þessa 100 daga og í málefnavinnunni þegar við vorum að leggja áherslu, hvað við ætlum að leggja áherslu á, þá koma allir að borðinu. Já. Það var engin 1, 2 eða 3, það voru allir sem koma að borðinu. Og þessi 100 dagar, við stefnum að því og okkur hlakka til að byrja að tikka í bóksinn. Og bara spennt að fara að stýra fundum og svona? Já, heldur betur, það verður nú ekki amalegt. Ég er nú sá sem vön að stýra hópum borð í flugvélum, þannig að mér hlakka til en aðeins á öðrum vettvangi. Mun flugferðan að fækka? Já, það er aldrei að vita. En þú ert spennt? Já, mjög svo. Og bara ég þakka fyrir trustið og þann heiður að fá að verða forseti bæjarstjórnar.